Ég heiti Reynir Aðarsteinsson og þetta er Sigill. 9 vetra stóðhestur undan leik frá Sigmundarstöðum sem var undan óð og minni bestu meri brá frá Sigmundarstöðum. Tiltölulega skildleikaræktaður þessi hestur, hann undan Borgþórsdóttur, síðustu Borgþórsdótturinn sem við áttum. Mér langaði aðeins að lýsa fyrir þér kannski bara fyrst svona karakternum í þessum hesti. Ég myndi segja, þó hann sé að virðist vera að snudda utan um mig núna, nú bara því að ég reyna að hafa mikið ofan fyrir honum. Þetta er náttúrulega hestar sem að standa mikið í stíu alltaf og stóðhestar sem komnir á þennan aldur að þeir geta að fara að taka upp á ýmsum ósviðum. Það er að vera úti kannski nokkrar vikur með hryssum á ári, það er nú ekki mikið meira með hann. Nú verður mikið í stíu, þess vegna reyni ég yfirleitt að hafa mikið ofan fyrir honum og gefa honum töluvert af svona verkefnum. Þó hann sé svona, þá er þetta svona frekar eins og maður getur sagt cool hestur. Hann er sem sagt, hann er eiginlega ekki, þú veist, neitt svona, hann er ekki mikið fyrir að knúsa, sko, þó hann sé aðra bara sníkja held ég núna. En geðslagið það er heiðarlegt og eitt líka við hann að hann er greindur, finnst mér, svona, og dominant svolítið. Hann er svolítið þannig að maður þarf að setja hann á stall. Maður þarf að segja honum nokkuð ákveðið hver hans virðingarstaða er eiginlega. Því að hann vill svolítið vera í leiðtogahlutverkinu og reynir oft að ná því, en það gengur ágætlega að halda því alveg á hreinu. Ef maður vinnur markvisst við hann og er svona svolítið ákveðinn. En ég ætla aðeins að sýna þér kannski svona þær áherslur sem ég hef með hann í sambandi við bara reiðina og þjálfunina. Þetta er ljótur hestur finnst mér, en vorfallegur. Hann verður mjög fallegur á vorin. En mér finnst hann er alltaf þannig svona á haustin svolítið. En svona það kemur fram í febrúar mars að þá finnst mér hann orðið nokkuð fallegur. Þá ætla ég að sýna þér vinnubrögðin, beislabúnað og ýmislegt sem að kannski þarf að hafa í huga.
Jæja, Arild, þá ætla ég bara að afhenda þér hestinn og vona að þú njótir góðs af. Og það mjög ánægilegt fyrir mig að fá að koma og fylgja honum aðeins eftir og svona vera með þér í fyrstu skiptin. Verðið bara virkilega góð, gjörðu svo vel. Og ég óska þér innilega til hamingju með afmælið. Og þetta vegleg afmælisgjöf sem að þú ert til að gefa þér sjálfur, skilst mér. Þetta fínt.